Sjóminjasafn er mikilvægt fyrir fiskveiðiþjóð eins og Íslendinga vegna þess að til að marka raunhæfa stefnu í sjávarútvegsmálum þurfum við að þekkja sögu sjávarútvegs. Frá hvaða löndum koma gestir safnsins? Gestir safnsins koma frá mjög mörgum löndum. Okay. Við fáum marga frá Bandaríkjunum, við fáum frá Þýskalandi, Norðurlöndunum, bara mjög víða að. Já. Frá mörgum löndum í Asíu, Japan og Kína, fullt af löndum. Já. Og svo þetta Íslendingar líka. Hvað vilja þeir helst byrja? Já, þeir eru bara forvitnir held ég bara þessa sögu okkar, bara hvernig Íslendingar hafa komist af í gegnum árin. Já. Og fiskveiðarnar og bara skoða alla þessar gömlu hluti og fræðast þróunina í fiskveiðum. Já, ég held að það sé bara mjög misjafnt svona hvað gestir vilja vita. Já. Hvað vinna margir á safninu? Sko í heildina á Borgarsögusafni í heild þá erum við eitthvað rúmlega 50. Hér á Sjóminjasafninu ætlum við séum ekki hátt í 10. Jú. Já, sirka. Já. Hvaða hlutur er stærstur á safninu? Ég held að það sé lyftarinn sem við erum með hérna, eða árabáturinn auðvitað. Árabáturinn og farsegl sem við erum með hérna fremst á sýningunni. Hvaða hlutur er elstur á safninu? Heyrðu, fyrirgeðu, nú ætlum ég aðeins að stoppa. Já. Það er auðvitað Óðinn sem er stærstur. Hann er partur á safninu, Óðinn, varðskipi Óðinn, sem er hérna úti. Hann er stærstur, heldur betur. Já. Já, fyrirgeðu, nú truflaði ég þig. Hvað er næsta spurning? Hvaða hlutur er elstur á safninu? Elstur, já, sko. Farsæll er mjög gamall, hann er yfir 115 ára, hann er örugglega hátt í 120 ára, þessi árabáturinn sem við erum með. En það er nú örugglega einhver hlutur en eldri. Ég bara er ekki alveg viss, en ég myndi giska á farsæll sé með þeim eldri. Var erfitt að fá hluti á safninu? Ég held að það hafi ekki verið mjög erfitt. Það er til svo rosa mikið af gömlum hlutum tengdum sjósókn á Íslandi. Ég held að það hafi ekki verið rosa erfitt. Kannski einhver ef það var svona eitthvað sérstakt sem að þeir sem bjuggu til sýninguna vildi fjalla þá var kannski erfitt að fá akkurat rétta hlutin eða hlutin sem fólki vildi akkurat fá. En almennt séð held ég að það hafi ekki verið mjög erfitt. Já. Þakka þér kærlega fyrir. Alveg sjálfsagt, gaman að fá okkur í heimsókn. Já.